Takk, Jesús. Ég get alveg sagt ykkur, að vera heima hjá mér mjög skemmtilegt. Oftast nær. Það talað ritningarnar bara 24/7 eins og eitthvað sagði. Og mér finnst það frábært. Við ræðum ritningarnar alveg fram og tilbaka og við komum með ritningarstaði og við svona stundum tökumst á, orðið að segja þetta eða orðið að segja þetta. Og vinir, við eigum að vera á þeim stað að við getum varið þá trú sem að býr innan með okkur. Við eigum að geta svara fyrir trúna sem að býr innan með okkur. Þannig að ef einhver hefur einhverja spurningar, þá eigum við að geta verið með svörin. Má ég heyra amen? En við erum búin að undanfarnar vikur tala sníðlung Guðs. Við erum búin að tala frá byrjun ársins hvernig Guð þráir að gefa okkur karakter. Út af það karakterinn sem eru rauninni ræturnar sem að búa til ávöxt í lífum okkar. Við fórum inn í það fyrir nokkrum vikum síðan hvernig Guð notar skurðbrettið stundum á okkur. Hann klippir af okkur hluti sem ekki virka í líf okkar, ekki til þess að meiða okkur, heldur til þess að við berum meiri ávöxt. Og við vitum það að Guð kærleiksríkur Guð. Hann mun aldrei taka eitthvað frá þér nema til þess að gefa þér eitthvað annað sem betra. Og við stundum skiljum ekki þegar við förum í þetta ferli Guðs þegar hann byrjar að klippa okkur til. Og ég hef oft verið í þessu ferli Guðs þar sem að hreinlega bara fólk hefur verið klippt úr mínu lífi. Hlutir sem ég taldi ég geti treyst á og ég hef vonað á og sett traust mitt á hefur brugðist. Því að vinir, menn munu bregðast. Og ég ætla að segja þetta aftur, menn munu bregðast. Það bara einn sem ekki bregst og hann heitir Drottinn Jesú Kristur. Í gegnum alla reynslur þá Guð að kenna okkur að setja von okkar á hann sem höfundur og fullkomnari okkar trúar. Og hann aldrei að setja okkur í gegnum reynslu til þess að meiða okkur, heldur til þess að við vöxum eðlilega. Og við berum þann ávöxt sem við eigum að bera. Og ég hef bara fréttir að færa ykkur, Guð hefur ákvarðað að þessi kirkja beri mikinn ávöxt. Þannig ég tala ávöxt, ég tala framgöngu, ég tala nýja tíð inn í líf okkar allra. Halleluja. Og til þess að komast inn í nýja tíðvinir, þá þurfum við að sleppa því sem var. Halleluja. Við þurfum nefnilega að sleppa því sem var. Og það nefnilega svolítið dýrmætt og merkilegt og það erfitt fyrir okkur að læra. Því að við, mennirnir, við eigum það til að halda í hefðir, halda í hluti, halda í eitthvað sem við erum vön að gera og svo framvegis. En Drottinn vill að við tökum ný landsvæði. Hann vill að við stígum inn á ný svæði. Þannig hann að kenna okkur með orði sínu hvernig við getum lært að bera mikinn ávöxt og treysta honum á ferlinu til Kananslands. Og ég ætla að tala einstakling í dag sem að Gunnar minn reynda byrjaði að tala og það Páll postuli. Páll postuli var ekki einn af lærisveinum Jesú, hann kom til trúar eftir að Jesú var upprisin. Hann var reyndar sá sem að fór í gegn þeim sem að trúða á Jesú. Hann fór í gegn þeim og reyndi að drepa alla sem að voru fylgjendur Jesú. Hann var harðsvíraður þegar kom að þessari að honum fannst köllun sinni að hreinsa líðin af þessari villu trú. Og svo var hann á leið til, á hvað leið var hann? Akkurat, hann var á leið til Damaskus. Og þá vorum hent af baki og Drottinn opinberaðist honum. Og hann var blindur í töluverðan tíma. Og Drottinn opinberaðist honum og Jesú Kristur opinberaðist honum. Og vinir, Jesú Kristur þarf að opinberast okkur öllum. Við getum reynda að ganga trúargönguna í okkar eigin, þið vitið, með okkar eigin réttlætisverkum, en það mun aldrei neitt virka fyrir við förum að halla okkur að Jesú Kristi. Hann höfundurinn og fullkomnari trúar okkar og hann með okkur í hendi sinni. Má ég heyra amen? Og hann rataði ýmiss konar raunir.
Margir halda að eftir Damaskus þá hann fari bara strax að boða fagnaðarerindi. Það var ekki svo. Fyrst fór hann í langan tíma, í reyndar einhver ár, og var að læra Jesú Krist. Og vinir, til þess að við fáum rætur, til þess að við berum eðlilegan ávöxt, þá þurfum að vera í ritningunum. Við þurfum að vita hvað ritningarna segja. Og hann var þessi maður, hann fór í ritningarnar, hann fór og lærði hluti Jesú Krist. Og allt sem hann gerði, hann lagði allt í sölurnar fyrir það að læra að þekkja Krist. Og vinir, ég trúi því að Guð að færa Smárakirkju á þann stað að við leggjum allt í sölurnar fyrir það að þekkja Krist. Halleluja. Ég bara virkilega trúi því. Við erum komin á okkur ögurstund þar sem við þurfum að leggja til hliðar allt annað og fókusera á einu. Það að læra að þekkja hann betur. Og hann lenti í ýmiss konar raunum og lenti í fangelsi oft á tíðum. Og við ætlum að staldra hérna við í Postulasögunni, við ætlum að lesa hérna í Postulasögunni í 28. kafla í versi 11. Og þarna Páll einmitt að tala og hann að segja frá og við lesum svo. Nú sem við vorum heilir á land komnir fengum við að vita að eyjan hét Malta. Við erum eiginlega að spá í að fara til Möltu í sumar. Við erum svona búin að vera að spá og spekulera. Okkur langar nefnilega fjölskyldan að fara meira á þessa slóði ritningana. Sjá það sem að fólki var. Vers númer 2. Eyjarskeggjar sýndu okkur einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bál og hlindu okkur öllum, en kalt var í veðri og farið að rigna. Vers 3. Páll tók saman hrísvöndul, lagði á eldinn, skreið þá undan hitanum og festi sig á höndans. Þegar eyjarskeggjar sáu kvikindið hanga á hendi hans, sögðu þeir hver við annan. Það víst að þessi maður manndrápari, fyrst refsi nornin, lofar honum ekki að lifa þótt hann hafi bjargast úr sjónum. En hann hristi kvikindið af sér í eldinn og sakaði ekki. Og áður en við tölum meira þetta kvikindi sem að festi sig á hendans, þá þurfum við að átta okkur á í hvaða kringumstæðu Páll var. Páll var tekinn höndum. Það átti að fara með Pál til Rómar. Hann átti að hitta keisarann og hann átti eftir að bera mál sitt fyrir keisaranum. Nema hvað að hann var sendur í bát á leið til Rómar og þau komu við á nokkrum stöðum. Og þau enduðu á því að stoppa, það held ég að mig minnir að það héti Góða Höfn eða eitthvað slíkt, og þeir stoppuðu þar til þess að sækja vistir, að ég ímynda mér, og leiðin lá til Rómar. En Páll, vitandi það að þetta var ekki endilega góður tími til þess að vera að ferðast á, því að það var algengt á þessum tíma að það kæmi fárviðri á þessum tíma. Og hann segir við skipstjóran og hann segir við áhöfnina að við skulum ekki fara. Ef við förum, þá getur orðið mannskaði, það getur í rauninni, við getum mist allt skipið, allur farmur getur verið fyrir borð og bí, og skipstjórin hann hlustaði ekki á hann. Það var logn og það leit út fyrir að vera frábært veður til þess að fara á skipinu alla leið til Rómar. Þannig að þeir halda á stað og við erum átt okkur á því að Páll þarna bandingi. Hann hann í rauninni á leiðinni til Sesars til þess að fá dóm sem til þess að út af því að hann var frelsaður einstaklingur, hann var að tala Jesú Krist og vinir, ég ætla bara að segja ykkur það, þegar við tölum við Jesú Krist þá komið gegn okkur. Það bara þannig. Og við þurfum að venjast í að það sé komið gegn sannleikanum Jesú. Og við þurfum að hætta óttast að þegar við tilurum Jesú, þegar við stöndum upp og segjum hverra við erum, látið ykkur ekki undra eldraunina sem yfir ykkur komin. Nema hvað að þeir halda áfram til Rómar og allt í einu kemur fárviðri. Það var brjála veður, algjörlega brjálað veður, og
Þeir voru þarna í brjáluðu veðri og allir voru hræddir og allir voru óttaslegnir og skipið ráfaði til og frá og enginn vissi hvað sneri upp og hvað sneri niður. Það sem að gerist það að engill drottins opinberast Páli. Og engill drottins segir við Pál, hann segir, þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Enginn á þessu skipi þarf að hafa áhyggjur, því að ég mun leiða ykkur heila á strendur, á eyju, og hann munu enginn bera skaða af. Og engar kringumstöður hafðu breyst á þessum tímapunkti, engar. En Páll, hafandi fengið orð Guðs í hjartað, reis upp, fór upp og taldi í alla hvatningu. Hann sagði, það þarf enginn að hafa áhyggjur, því að Drottinn búinn að segja mér að við munum allir komast lífs af. Það þarf enginn að hafa áhyggjur, því að Drottinn búinn að segja mér að hlutinni verða í lagi. Halleluja. Og vinir, það voru engar kringumstæður breyttar. Það sem að gerist það að Páll hafði fengið orð frá Guði sem að breytti öllu í lífi Páls á þessum tímapunkti. Hann hætti að vera bandingi og hann fór að vera stjórnandi. Hann fór að stíga fram og hann fór að tala líf inn í fólki sem var í kringum sig. Orð Guðs þannig. Þegar við tökum við orði Guðs þá það lifandi og það kröftugt og það beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Og vinir, þegar orði kemur og þegar við fáum orði í hjartað, þá þurfum við að rísa upp og við þurfum að tala það út. Af hverju? Því að við þurfum að hvetja fólki sem í kringum okkur. Halleluja. Og mér langar að benda ykkur á, engar kringumstöður höfðu breyst. Þeir voru ennþá í fárviðri. Það var brjálað veður. Það hafði ekkert breyst í hinu ytra, en það sem hafði breyst var í hinu innra. Drottinn hafði ekki talað. Og vinir, þegar Drottinn hefur talað, þá breytast kringumstæðurnar. Það breytir okkur í kringumstæðunum. Og vinir, þess vegna svo mikilvægt að koma á samkomu, því að orð Guðs þarf að vera talað. Við þurfum að eignast hugrekki í kringumstæðum lífsins, þannig að við komumst af þegar stormar lífsins blása. Og ég bara láta ykkur vita, stormar lífsins munu blása. En spurningin áttu orð Guðs í hjartanu þegar vindar fara að blása. Halleluja, halleluja. Og ég veit ekki með ykkur, en ég vil að þegar vindar fara að blása, þá komi orð Guðs sem að býr í hjarta mínu út munn minn. Að ég sé ekki bara kristinn í henni ytra, að ég sé kristinn í henni innra líka. Og Guð gefi svo. Halleluja. Og þarna Páll algjörlega í brjáluðum kringumstæðum, fullur af djörfung, fullur af anda Guðs. Og vinni, spurningin trúið við orðinu sem að Guð búinn að gefa okkur? Það bara hér? Það bara í kollinum á okkur? Eða trúum við því þegar við erum sett í eldraun kringumstæðnana? Vinni, það kemur í ljós hverjir raunverulega trúa. Þegar vindar fara að blása, þá kemur í ljós áttu orð Guðs í hinu innra. Og ég vil vera manneskja að ég sé að ég eigi orð Guðs þegar vindar blása. Halleluja. Má ég heyra amen. Og hérna stendur í Postulasögunni 27. kafla, förum bara í þetta, því á þessari nóttu stóð hjá mér engill Guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti. Óttast þú eigi, Páll, fyrir keisaran átt að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem eru þér samskipa. Verið því vonglaðir, góðir menn. Ég treysti Guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt, okkur mun beru upp á einhverja eyju. Halleluja. Og vinir, það tvennt í þessu sem við getum lært af. Hvernig getur þú staðið á orði Guðs ef þú þekkir ekki orð Guðs?
Fyrsta lagi, þegar Guðs orði talað eins og það talað hér í dag, þá var taka á móti því í mjúkt hjarta til þess að beri ávöxt og skila ykkur í líf okkar. Og vinir, orðið ekki bara að tala hér, þú þarft að lesa orðið. Vinir, þú þarft að lesa orðið, þú þarft að borða orðið. Þú þarft að leyfa orðin að vera hluta af lífinu og vera hluta af hugsanamynstri þínu. Vinir, það alveg sama í hvaða storm þú ert komin, Guð með þér. Guð með þér. Og spurningin þekkir orðið og trúir orðinu. Vinir, það kemur í ljós þegar hitinn kemur á í líf okkar, hvort að við raunverulega trúum því orði sem að Guð hefur gefið okkur. Og vinir, við þurfum ekki bara að vera heyrundur, við þurfum að vera gjörundur. Það má ekki bara vera hér í kollinum á okkur, það þarf að vera í hjartan á okkur. Og Guð þráir að byggja upp kirkju sem að stendur alveg sama hvað í djörfung. Talandi öðruvísi hluti þegar stormurinn kemur á. Að hvetja aðra, að uppörfa aðra. Að lyfta fólki upp þegar því líður illa. Og þarna var Páll algjörlega á réttum stað, á réttum tíma að tala líf í fólkið. Má ég heyra með? Halleluja. En spurningin þekkjum við orðið og kannski það sem að meira trúum við orðinu. Og við stundum gleymum því á göngunum með Guði. Við höldum einhvern veginn allir sig upp á mót okkur eða hlutirni gangi ekki upp eða kringustæðnar eða markmiðin okkar eða hvað sem það kann að vera. Og við förum stundum í mínus. Og vinir, það sem að ég geri að ég minni mig á fyrirheiti Guðs. Ég minni mig á þegar mér líður ekki þannig að allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Og vinir, það sem ég geri, ég tala út orðið yfir kringustæður mínar. Og það svo mikilvægt að vera ekki bara heyrandi, heldur líka gerandi. Að við svíkjum ekki sjálf okkur. Halleluja, má ég heyra amen. Og hérna kemur til dæmis í fyrra Þessalóníku bréfi 5:24, trúr sá sem yður kallar. Hann mun koma þessu til leiðar. Og hér einhver inni sem að þarf að heyra nákvæmlega þetta, hann mun koma því til leiðar. Hann hefur sett hluti innra með okkur öllum sem hann ætlar að koma til leiðar. Og vinir, spurningin trúir því? Það ekki nóg að vita það, hérna trúir því. Því að það trúin sem að býr til í rauninni, hún setur allt í farveg, það trúin okkar. Og vinir, Biblían segir trúin kemur á boðin og boðin byggist á orði Krists. Þannig að til þess að trúa þá þarf að vera með nefið og í reikningunum. Og ég spyr trúum við. Halleluja. Í Sálmi 16:8 og ég spyr aftur trúa við. Ég hef drottin ætíð fyrir augum, segir Davíð konungur. Þegar hann mér til hægri handar nýt ég ekki. Fyrir því fagnar hjarta mitt. Trúir því? Ég spyr aftur trúir því? Halleluja, trúir því? Trúir því að þú mynd ekki njóta? Trúir því? Halleluja, trúir því? Halleluja. Ég trúi. Takk Jesús. Sálmur 27, en ég treysti því að fá svo gæsku drottins á landi lifenda. Trúir því? Trúir því? Trúir því að þú mynd sjá gæsku drottins á landi lifenda? Trúir því að Guð hafi rétta makan fyrir þig? Trúir því? Trúir því að hann hafi fyrirboðið frábæra framtíð fyrir þig? Trúir því? Halleluja, nákvæmlega. Ég skal biðja fyrir þig, bróðin. Það kemur, bróðir. Jó, halleluja. En trúum því. Það lykilatriði, vinir. Trúir orðinu. Hérna stendur í Hebreabréfinu 10:23, höldum fast við játningu vora. Játningu vonar okkar án þess að hvika, því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. Ég spyr aftur trúir því? Ég spyr aftur trúir því? Halleluja. Trúr sá sem hefur gefið þið fyrirheit og hann mun koma því til leiðar, trúum við því. Og allir liðinni sagði, við trúum því.
Og þegar þannig komum við sögu þannig að við víkjum aftur á Páli, nei, ég ekki búin að gleyma frásögninni. Hann á skipinu og það alltaf verða crazy. Og hann stendur upp í Guðamóð því að Guð hafi gefið honum orð. Hann veit hann á að komast yfir. Hann veit að Guð hefur áætlun. Hann veit að allir hlutir í hendi Drottins. Og hann ekki bara viss fyrir sína sök, hann viss fyrir allan flotan. Og hann talar líf og hann talar blessun og hann talar sannleika Guðs. Og hvað gerist? Stormurinn heldur áfram. Stundum breytir Guð ekki aðstæðunum, en hann breytir þér í aðstæðunum. Stormurinn slotaði ekki. Og það sem að gerist það að báturinn, skipið fyrir að liðast í sundur. Það fyrir að liðast í sundur og Páll segir þeir sem að geta synd, þeir synda. Og þeir stöku úti og syndu en aðrir fóru að halda í, þið vitið, bríkurnar sem að komu af bátnum. Og þannig enda þeir á Möltu. Malta var bara rétt undan og orðið sem Páll hafi fengið rættist 100%. Og stundum vinir, sumir eru þannig í Guð að þeir geta stokkið til sunds. Þeir geta synt af krafti því þeir sjá land á næsta leit og þeir geta synt og þeir þurfa enga hvatningu við. Þeir bara gera það sem að gera þarf. En aðrir þurfa að halda í eitthvað svona bút af einhverju. Sumir þurfa að halda í kannski einn réttingasta sem segir ég get gert þetta Drottinn, þú ert með mér. Og stundum bríkin svo að við þurfum að biðja til Drottins og við segjum Drottinn, ég veit að ég hef það ekki í eigin mætti, ég get ekki gert þetta ein, en ég veit að þú getur það. Og vinir, þannig minnum við okkur á í stormum lífsins að Guð með okkur og hann hefur áætlun. Það það sem við gerum. Og að lokum komist allir upp á eyjuna. Það var enginn sem týndi lífi. Ekki einn. Svona Drottinn. Halleluja. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Hann fekk orð frá Guði og hann stóð á orðinu. Og spurningi mín þessi, við höfum öll fengið orð frá Guði. Það eru allir hérna inni sem hafa fengið orð frá Guði. Og ef þú ert ekki viss, þá þetta orð frá Guði. Þú ert ekki einn. Guð með þér. Hann ekki búinn að sleppa þér hendin og hann mun aldrei yfirgefa þig. Og hann hefur sendt þér hjálparan sem að leiðir þig í allan sannleikann og hann mun koma þér alla leið. Mikill sá sem að verkar í okkur að vilja og framkoma sér til velþóknunar. Halleluja, og hann fullfær fyrir alla þá ákalla hann. Halleluja. Hvernig væri að við lyftum bara höndum aðeins og áköllum nafni Jesú. Drottinn, ég bara lyftir upp Drottinn. Ég þakka þér fyrir það Drottinn minn að þú munt koma því til leiðar. Þú dásamlegur Drottinn, þú trúfastur, þú heilagur, þú miskunnsamur. Og Drottinn, ég bara tala inn í aðstæðu fólks hér í dag, Drottinn. Þú sá sem að kemur því til leiðar. Drottinn, orð þitt lifandi og kröftugt. Það lifandi og kröftugt. Það á að vera hluta líf okkar. Og við biðjum í Jesú nafni, halleluja, halleluja. Í Orðskvönu 12:25 þá segir svo, hugsa ekki íþyngir hjartanu en eitt vingjarnlegt orð gleður það. Páll hafði vingjarnlegt orð á vörum sínum. Vinir, við þurfum að hafa vingjarnlegt orð á vörum okkar þegar við göngum í gegnum þetta líf. Út af því að ávöxturinn ekki bara fyrir okkur, hann fyrir alla þá sem í kringum okkur. Og vinir, þegar við eigum að bera ávöxt, þá það ekki, það fyrir líkama Guðs. Tréð borðar ekki eigið ávöxt. Tréð gefur öðrum ávöxti. Halleluja. Þannig að eitt vingjarnlegt orð. Ef að Guð hefur gefið þér orð frá Guð, ef að Guð hefur gefið þér orð, deildu því með líkamanum. Halleluja.
Takk, Jesús. Þetta gott orð hér í dag. Og vinir, hann mun ekki bregðast í storminum. Halleluja. Vitið hvað Malta þýðir? Ég ákvað bara að googla Malta. Vitið hvað Malta þýðir? Take a wild guess. Súkkulaði. Nei, Dögg mín, þú ert ekki andanum okkur núna. Það þýðir athvarf. Malta þýðir athvarf. Það að heyra það sem ég að segja? Malta, googlið það, þýðir athvarf. Og hver athvarf okkar á degi neyðarinnar? Það drottinn Jesús Kristur. Halleluja. Ég fór bara að hugsa það þegar ég googlaði þetta í gær. Malta, það ekki að grínast? Þannig að Guð í miðjum storminum, þá Guð með athvarf. Guð með athvarf. Og það var Malta. Og Malta athvarf. Og hvað gerist þegar við komum í athvarf Guðs? Það eru heimamenn sem eru einstaklega vingjarnlegir. Það bara hreinlega segir það. Lesum þetta saman. Þetta svo gott, vinir. Eyjarskeggjar sýndu okkur einstaka góðmennsku. Og vinir, Guð þannig að þegar þú ert að gangi í gegnum storma lífsins, þá hefur hann athvarf. Hann veit hvað hann að gera. Og eyjarskeggjar í þessu tilviki tala inn í mitt líf sem fólk sem að þekkir á þær aðstæður sem að þú ert að gangi í gegnum. Og vinir, þegar við erum að gangi í gegnum storma lífsins og við förum kannski í gegnum erfiðleika eða sársauka eða einhver meiðir okkur, þá mjög mikilvægt að finna fólk sem að hefur verið á sama stað sem að getur tala líf inn í okkur. Og vinir, hver í þínum innsta hring? Hver í þínum hring? Hver getur talað lofur Guðs inn í líf þitt? Vinir, það ekki nóg að vera með vini, við þurfum uppbyggilega kristna vini. Fólk sem að þekkir orð Guðs, sem að getur talað inn í líf okkar og rétt við kúrsin okkar. Þannig að við rötum beinar brautir. Og vinir, þannig að við hættum að fara hlykkjóta brautir. Og vinir, ég tók fyrir mörgum árum síðan ákvörðun. Sunnudagarnir eru heilagi dagar fyrir mig. Ég mun vera í kirkju Guðs á sunnudegi. Og við þurfum að taka ákvörðun áður en við lendum í kringumstæðum. Hvernig við ætlum að bera okkur að. Vinir, þeir sem eru klárir eru þegar búin að reikna út kostnaðinn. Því að það kostnaður. Og vinir, Guð þarf að vera í fyrsta sæti í líf okkar. Halleluja. Þannig að hann finnur athvarf. Og hvað segir í Nahum 1:7? Halleluja. Drottinn góður, athvarf á degi neyðarinnar. Hann annast þá sem leita hælis hjá honum. Og ef þú ert í stormi, og við erum yfirleitt annarkvort í stormi eða eitthvað starf aðeins á milli storma, þá þarf að muna það að hann athvarf á degi neyðarinnar. Hann með þér í storminum. Hann með þér og hann mun koma þér alla leið og hann með fyrirbúna fyrir þig. Og við svo áhugavert líka, það greinilega vont veður en þá það rigning og það kuldi og heimamennirnir fara að búa til eld. Venjulega kuldi og rigning það sem að stendur í vegi fyrir eldi, en heimamenn kunna ofta glæða, þið veitir, hluti sem að við kunnum ekki. Og þeir bjuggu til eld og athugið hvað Páll gerir í þessum kringumstæðum. Í staðinn fyrir að vera eitthvað fórnarlamb og láta fólk bara þjóna sér, þá hendir hann býr til eitthvað til að setja á eldin með þeim. Og þetta talar líka inn í okkar líf. Þegar þú ert í miðjum storminum, ekki bara láta þjóna þér, þjóna þú. Og ég ætla að segja þetta aftur, ef þú ert í erfiðum kringumstæðum, þjónaðu fólki. Það að þjóna bara það sem við eigum að gera í Guðsríkinu, þjónaðu fólki. Ef þú ert á vondum stað, gefðu af þínu borði.
Gefðu hluta hjartanu, lyftu öðrum upp. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Páll tók þátt. Og þegar það var búið að gera eldinn og allt einhvern veginn að við það að smella, að þá kemur naðra og hún bítur í hendina á Páli. Og vitið það, þessi naðra sem talað er bráðdrepandi kvikindi. Þessin talað þetta sem kvikindi. Og við erum oft á tíðum það þannig þegar við erum búin að finna fólkið okkar, þegar við erum búin að finna söfniðin okkar, þegar við erum búin að finna fólkið okkar, þá kemur óvinnurinn, hann heggur í hendurnar á okkur. Og hendur eru mynd upp á þjónustu. Og ég að segja við ykkur í dag, þegar þú tekur ákvörðun með Drottni, ekki láta þig undra að það komi einhver með eitur, þið vitið, einhver eitur patta setist á hendið þínar. Þá þarftu að hrista sníkjudýrið af þér. Og vitið það, hann gaf því engan gaum. Halleluja. Takk Jesus, hann gaf því engan gaum og hélt áfram. Fyrst ykkur þetta ekki magnað. Halleluja. Halleluja. Hann hristi af sér snákinn og hann hélt áfram. Og við vitum það, enda takmarki var Róm. En Páll var hjá þeim í dágóðan tíma. Og það sem að Guð gerði í þessu athvarfi setti fjárhagslega grunn fyrir Pál til þess að fara til Rómar og leigja heimili í Róm í 2 ár. Og mér langar að segja ykkur, Guð hefur alltaf fyrirbúna fyrir þig. Hvort sem að þú ert í stormi, hvort sem að þú ert í erfiðum kringumstæðum, hvort sem að þú ert í eldi, þá hefur Guð fyrirbúið kringumstæði fyrir þig til þess að blessa þig. Halleluja. Það sem að Páll gerði á þessum tíma að hann talaði inn í líf fólks, hann predikaði fagnaðarerindið, hann sagði fólki frá Jesú, hann læknaði sjúka, hann hélt áfram að þjóna í Guðs ríkinu. Og það sem að gerðist, og hann var ekki einu svona að biðja það, að fólk bara gaf honum fé. Og hann gat farið til Róm. Róm var eins og bara, þið vitið, að fara bara á Manhattan og leigja sér íbúð. Þetta var dýrasta svæði í öllum heiminum. En Guð hafði fyrirbúnað. Og vinir, ef að þú ert í stormi í dag, þá vil ég hvetja þig áfram. Því að vingjarnleg orð styrkir beinin. Halleluja. Vingjarnleg orð styrkir beinin. Og ég með vingjarnlegt orð fyrir því í dag. Drottinn með þér. Drottinn mun ekki sleppa þér hendinni. Hann mun aldrei yfirgefa þig. Hann með þér og hann mun styrkja þig og hann mun gefa þig framgang og blessun. Það eina sem að þú þarft að gera að leyfa orðinu að vera lifandi innra með þér. Halleluja. Þannig að þegar við förum út hérna frá þessari samkomu, þá ætlum við ekki bara að vera einhverjir sem að heyra, við ætlum að gera orðið. Þegar einhver reynir að höggva í hendurnar okkur, í þjónustuna okkar, að þá ætlum við að hrista af okkur og við ætlum að halda áfram. Því að svona eiturnöðrur munu ekkert áhrif hafa á okkar hjarta nema við leyfum því. Og við ætlum að hætta að leyfa ykkur nöðrum sem að reyna að höggva í hendurnar á okkur. Við ætlum að hætta að láta það eða leyfa þeim að hafa áhrif. Má ég heyra með? Halleluja. Takk Jesus. Dísi fyrir Jesus. Halleluja. Og ég bara segja við Gunnar Inga, ég var nú sérst að horfa. Ég hafði rétt fyrir mér. Við var greinlega ennþá eftir að díla við hjarta mitt, rísum af þetta. Við vorum hérna fjölskyldan að tala þetta, þeir voru ekki að trúa mér, bæði Gunnar Ingi og Gunnar.
að Páll hafi komið við á Möltu og þá fæddist þessi predikun í hjarta mínu. Hún fæddist út frá mótþróa. Nei, tjók. Ég að grínast. Takk, Jesús. En vinir, svona í alvörunni talað. Guð er með þér. Guð er með þér. Hvað geta mennirni gert þér? Bara ekki neitt. Þegar Guð er með, hver getur þá verið á móti? Spurningi mín er þessi, trúir því? Trúir því? Trúir í orði Guðs? Er það lifandi innan með þér? Er þetta bara einhverja sögur sem þú heyrir og þú bara, þetta er gott fyrir hjartað? Vinir, þetta orð er lifandi og kröftugt. Þetta er kletturinn sem hún getur byggt líf þitt á. Þetta er kletturinn. Ekki peningarnir þínir. Þetta er allt í leið, mamma. Þetta er ekki, ég veit að mamma, þetta er allt eitthvað. Peningarnir mun ekki fara með því neitt. Og meiri segja, vinirnir ekki heldur. Þegar við förum úr þessum heimi, þá tökum við ekki peningana með. Við tökum ekki búslóðuna, við tökum ekki bílana. Vinir, hvar liggur gullið þitt? Hvar er gullið þitt? Og mér langar til að skora á kirkjunni hér í dag. Að setja drottinn Jesú Krist í hásæti á lífið þínu. Í öllum mögulegum kringumstæðum. Öllum kringumstæðum. Ekki bara þeim kringumstæðum sem að þú vilt leita til hans með, í öllum kringumstæðum. Og mér langar hér nú að bara brjóta af okkur allt sem hefur verið höggvið í höndin okkar með. Það er fólkinn inni, maka þetta til þín. Fólk hefur sagt ýmsa hluti, ég vil bara brjóta það af þér í Jesú nafni. Guð hefur sterka áætlun með þitt líf. Já, það er bara þannig. Og mér langar líka að segja Grace, Guð er, má ég biðja ykkur tvær að koma inn fram? Ég ætla bara að smyrja ykkur með olíu, komið þið.